Komið þið sæl. Við byrjum hér á að skoða samantekna stöðu á veðrakerfum núna næstu 10 daga en hér má sjá fráviki frá því sem venjulega á þessum árstíma og hér má sjá að það mun hlýrra núna á næstunni heldur en venjulega. Þessi guli og rauði litur táknar það. Lægri þrýstingur hér suðvestur af landinu. Það útlit fyrir að verði suðaustlægar áttir hjá okkur og rigning núna næstu dagana. En ef við skoðum núna stöðuna í dag þá sjáum við lægð hér suðvestur af okkur og vera smávegis væta sunnan og suðaustanlands en það bætir í vætunum sunnanvert landi á morgun. Síðan þegar líður annað kvöld þá bætir í hann einnig austanvert landi. Það eru úrkomu viðvaranir í gildi á suðausturlandi og austfjörðum og hríðarviðvörun á miðhálendinu núna helgina. Á hitasvæðinu þá sjáum við að það hlýtt loft að koma hér úr suðri til okkar og það veldur því að úrkoman að mestu leyti að falla sem rigning á láglendi og eftir því sem líður á helgina þá snjólínan að hækka suðaustan og austanlands þannig að það sem byrjar sem snjókoma í 200-300 metrum núna á morgun, það breytist síðan yfir í rigningu, snjólínan að hækka upp í 500 metra. En þegar við skoðum hér stöðuna núna næsta sólarhringi sjáum við hér mjög hvassan vind sunnanvert landi. Það 13-23 metrar á sekúndu. Einna hvassast suðvestanlands núna í nótt en hvassviðri þar þó á morgun. Og úrkoman hér allvíða sunnanvert landið. Hér hún að ná alveg að austfjörðum. Það ekki fyrir en annað kvöld sem byrjar að rigna þar. Hér sjáum við suðvestanlands en útlit fyrir að verði rigning en norðanvert landið lengst af þurrt á morgun. Á hálendinu það hríðarviðvörun sem tók gildi klukkan 6 núna í kvöld og gildir alveg til klukkan 10 á sunnudagsmorgun. Það úrkomu viðvörun hér á suðausturlandi sem tekur gildi 5 í nótt og gildir alveg út sunnudaginn og sjáum hér hitatölurnar allar komnar yfir frostmarkið. Síðan þegar líður á annað kvöld og næstu nótt þá hríðarviðvörun í gildi á austfjörðum nóttina síðan klukkan 8 á sunnudaginn breytist það yfir í úrkomu viðvörun vegna rigningar og gildir alveg út sunnudaginn. Það viðbúið á þessu svæði að verði vatnavextir og aukið afrennsli. En hér sjáum við þessi hríðarviðvörun, hún að renna út morgun á sunnudaginn en mögulega gæti hún framlengt en þarna það orðið jafnvel farið að hlýna þannig að þá minnkar líkurnar á hríð og skafrenningi. Sjáum hér úrkoma vestanvert landið, sunnan og austanvert sömuleiðis. Það þó ekki fyrr en þegar líður að kvöldi sem einhver úrkoma að fara að falla að ráði fyrir norðan. Einhverju dropar morguninn en síðan ekkert aftur fyrr en kvöldi eins og spár líta út núna. En á mánudaginn þá hér lægðarbóla sem hér vestur af landinu og að snúa til suðlægrar áttar hjá okkur. Útlit fyrir þetta verði 8-13 metrar á sekúndu en þá það hlýtt að þetta verði rigning hér sunnan og vestanvert landið. Þurrt fyrir norðan, sjáum hér hitatölurnar 1-7 stig það bil og síðan á þriðjudaginn þá nokkur óvissa í spánum. Það lægð sem virðist ætla að stefna beint til okkar en það þarf ekki mikið út af bragða. Þannig að það verði allt önnur staða ef hún fer hér vestan eða austanmegin við okkur en það á að vera frekar milt í veðri þannig að það verði nú að mestu rigningarspár að ganga eftir. Í Evrópu það hæð hér yfir sunnanverðu Skandinavíu og hún teygir sig hér alveg til suðurs. Við sjáum hér það mjög kalt veður í þessu. 12-14 stiga frost í Moskvu og snjókoma en þessi lægð hér við Ítalíu hún með þó nokkur úrkomu. Það viðvörun vegna snjókomu og ísingar víða þarna en á Íberíuskaganum þá hæð sem ræður ríkjum mun mildara veður og þurrt þar. En í Vesturheimi þá lægð hér á Mexíkóflóa og henni fylgir þó nokkur rigning en þegar norðar dregur sjáum við mjög kalt í Kanada 30-40 stiga frost jafnvel en hér norðvestan til þá lægð sem að dæla snjó hér norðanmegin við hana en því sunnar sem við förum þá breytist það yfir í rigningu en þessi lægð hún á leið austur. Hjá okkur á morgun það suðaustan og austan á 13-23 metrar á sekúndu, hvassast við fjöllum sunnanvert landið. Það úrkomu viðvörun suðaustanlands og hríðarviðvörun á miðhálendi. Það fer heldur hlýnandi hjá okkur. Takk ykkur fyrir og verið sæl.
Landi